Komið öll sem blessuð og sæl og hjartanlega velkomin á þennan kynningarfund borgaralega fermingu á vegum Siðmenntar árið 2020. Ég heiti Sigrún Valbergsdóttir og ég ein af athafnastjórum Siðmenntar og hér situr Elías Bjartur Einarsson sem kennari á fermingarnámskeiðum og við munum fara hér í gegnum þessa kynningu á borgaralegri fermingu og ég ætla að taka það strax fram að glærurnar sem hér verða sýndar og þar sem allar upplýsingar koma fram á, þær eru síðan aðgengilegar á vef Siðmenntar strax á eftir. En það sem við förum í gegnum hér, efni þessa fundar, við ætlum aðeins að ræða það hvað siðmennt, hvað borgaraleg ferming, við munum tala undirbúningsnámskeiðið og við tölum hátíðlega athöfn þegar fermingin í raun og veru fer fram og sýnum kynningamyndband með stuttum brotum frá athöfnum héðan og þaðan og síðan koma ýmsar hagnýtar upplýsingar kostnað og þess háttar. Hvað Siðmennt? Siðmennt félag siðrænna húmanista á Íslandi og þetta félag það stofnað 1990. Og umfangsmestu þættir í starfsemi félagsins eru þrenns konar. Það eru athafnir á helstu tímamótum lífsins, það eins og nafngjöf, ferming, gifting og síðan útför. Einnig baráttan fyrir fullu trúfrelsi og veraldlegu samfélagi og auk þess áhersla á að rækta og fjalla siðræn gildi og þekkingarleit án vísana í yfirnáttúruleg fyrirbrigði. Og þá komum við að því hvað borgaraleg ferming. En fyrsta borgaralega fermingin, hún var framkvæmd 1989, þá fermdust 16 börn og frumkvæðið að þessu átti Hóp Knútsson sem síðan allt fram til ársins í dag hefur verið framkvæmdastjóri borgaralegrar fermingar en hún hefur nú látið að því hlutverki. En einmitt í kjölfar þessarar fyrstu borgaralegu fermingar var Siðmennt stofnuð. Og síðan 1989 þá hafa fermst 4.340 íslensk börn borgaralega og það hafa 50.730 manns verið viðstaddir þessar athafnir. Þannig það má segja að þetta hafi svona rækilega fest sig í sessi í íslensku menningar og lífskoðunar lífi. Og fyrir hverja svo borgaraleg ferming? Jó, hún fyrir unglinga sem vilja valkost við trúarlega fermingu eða fyrir þá unglinga sem ekki tilbúnir og ekki reiðubúnir til að strengja trúarheit eða fyrir unglinga sem eru annarar trúa á Guð á sinn hátt eða eru ekki trúuð og sömuleiðis fyrir unglingar sem vilja halda upp á þessi tímamót í lífinu en hafa ekki áhuga á kristilegri fermingu. Og það svona kjörorð Siðmenntar að það nauðsynlegt í öllum samfélögum að hafa val. Og kjörorð okkar og það gott að muna þetta, það allt í lagi að vera öðruvísi. Og þá erum við komin að þessu orði, ferming, það hefur nú svona töluvert verið tekist á það, eða var kannski sérstaklega í byrjun, þegar að Siðmennt fór að tala borgaralega fermingu, menn vildu meina að Siðmennt mætti ekki nota þetta orð. En orðið sem sagt upphaflega ekki íslenskt orð.
Þetta dregið af latneska orðinu confirmare sem þýðir að styðja eða styrkjast. Og í orðabókum þá orðið confirmare, það skilgreint á 7 mismunandi vegu og trúarleg skilgreining sem sagt aðeins ein af þessum 7 skilgreiningum. En það má segja það að ungmenni sem velja það að fermast borgaralega, þau eru einmitt að styrkjast í þeirri ákvörðun að verða ábyrgir borgarar. Og til undirbúnings þessari fermingu þá fer fram fermingarnámskeið. Þetta vandað námskeið þar sem að börnin læra ýmislegt og Elías fer nánar í gegnum það hér á eftir. Ýmislegt sem góður undirbúningur fyrir það að verða fullorðin með öllum þeim réttindum en líka skyldum sem að því fylgir. Og gegnumgangandi boðskapur í gegnum þessa fræðslu að efla heilbrigt og farsælt viðhorf unglingana til lífsins. Á fermingarnámskeiðinu lögð áhersla á umburðarlyndi, gagnrýna hugsun, siðfræði, mannleg samskipti og ábyrgð einstaklingsins í nútíma þjóðfélagi. Fermingarnámskeiðið, það snýst ekki trúarbrögð og það algjörlega óháð trúarbrögðum. Og þá mun Elías Bjartur taka við örstutta stund, ég kem síðan aftur og hann talar fermingarnámskeið siðmenntar. Komið sæl. Ég ætla að fjalla námskeiði sem börnin koma til með að sækja. Ég hér fyrir hönd Jóhanns Björnssonar sem hefur umsjón með fermingarnámskeiðum siðmenntar en erlendis sem stendur. Og ég ætla að byrja á nokkrum praktískum atriðum. Það námskeið í Reykjavík sem haldið verður í menntaskólanum við Hamrahlíð með því sniði að hver þátttakandi mætir einu sinni í viku í 80 mínútur í senn í alls 11 vikur. Og það námskeið í boði alla virka daga frá 17 til 18:20 nema á föstudögum, frá 15:30 til 16:50. Svo líka helgarnámskeið haldið í Reykjavík sem hugsað fyrir börn utan á landi þar sem ekki grundvöllur til að halda námskeið. Það með því sniði að það eru 2 helgar sem börnin mæta á og það verður haldið í Réttarholtsskóla. Fyrir þau sem koma til með að sækja námskeiðið í MH þá gengið inn að sunnanverðu og það einfaldlega vegna þess að stofurnar sem við kennum í eru þeim megin í húsinu, rétt við þann inngang. Og fyrir þau ykkar sem koma til með að skutla og sækja þá eru bílastæði þeim megin við húsið. Og svo þau sem sækja námskeiðið í Réttarholtsskóla, það gengið inn innganginn, fyrsta inngang beint af Réttarholtsvegi. Það verða fleiri námskeið utan höfuðborgarsvæðisins. Það verður námskeið á Akureyri, í Reykjanesbæ, á Akranesi og í Árborg. En það óþarfi að ég lesi upp allar staðsetningar og dagsetningar hér, en það verður hægt að finna upplýsingar öll þessi námskeið á síðun okkar, á slóðinni sem þið sjáið á tjaldinu. Og ástæðan fyrir því að við höfum verið að halda helgarnámskeið út á landi, þessi námskeið með sama sniði og námskeið í Réttarholtsskóla. Það bæði vegna þess að við höfum verið að flytja kennara héðan af höfuðborgarsvæðinu til þess að kenna á þessum námskeiðum og svo vegna þess að þessi námskeið ofta að þjónusta börn af mun stærra svæði en námskeiðin á höfuðborgarsvæðinu. Mögulega koma krakkar allstaðar af Norðurlandi að sækja námskeið á Akureyri til dæmis.
En að námskeiðinu sjálfu. Á námskeiðinu mikið lagt upp úr umhugsunarvirkni þátttakenda. Við erum að æfa okkur að hugsa betur, hugsa skapandi og gagnrýnið og sjálfstætt. Og þetta æfing í að fá að hugsa sjálf. Við höfum talað að við séum frekar að kveikja neista, frekar en að fylla fötu. Og við höfum lagt upp með að gera eitthvað frábrugðið því sem að skólarnir gera. Þannig að við höfum lítið sem ekkert einblínt á eiginlega þekkingarmiðlun. Það sem til grundvallar í námskeiðinu í rauninni þessi gagnrýna hugsun. Við fjöllum rosa mikið það hvernig maður myndar sér skoðanir og gefum krökkunum tækifæri á að mynda sér skoðanir og koma þeim skoðunum í orð og bregðast við skoðunum annarra, skilja þær og taka afstöðu til þeirra. Við fjöllum líka siðfræði, hvað rétt og hvað rangt og hvað gott og hvað vont og hvernig maður ber sig þegar maður stendur frammi fyrir erfiðum ákvörðunum og tökum fyrir ýmisleg siðferðileg álitamál. Við tökum líka fyrir fjölmiðlalæsi, einmitt í gegnum gagnrýna hugsun. Skoðum þá bæði fréttir og auglýsingar. Við tölum mannleg samskipti, hvernig hægt að eiga betri samræður, betri rökræður og betri sambönd. Við tölum fjölmenningu og fordóma, skaðsemi vímuefna, sjálfsmynd og samskipti kynjanna, mannréttindi og jafnrétti og margt fleira. Og við notum til þess ýmsa heimspekileiki, einmitt til þess að kveikja neista eins og við talaðum áðan og til að efla skapandi og sjálfstæða og gagnrýna hóphugsun. Kennararnir sem að koma að námskeiðinu eru fjölmargir og fjölbreyttir og flestir þeirra fylgja sínum hóp í gegnum þessar 11 vikur, en svo eru aðrir sem að koma inn sem gestakennarar í hvern og einn hóp með þó eitthvað ákveðið umræðefni og flestir hafa kennt við námskeiðið lengi og hafa víðtæka reynslu. Við erum með heimspekinga, grunn- og framhaldsskólakennara, listafólk, hagfræðinema, kynjafræðing og fleiri. En hverjir þessir kennarar eru og hvernig þeim eru skipanir á hópa kemur betur í ljós þegar nær dregur námskeiðinu sjálfu, þegar við komum með allar tölur á hreint. Eins og ég sagði áðan, þá umsjón námskeiðanna í höndum Jóhanns Björnssonar, grunnskólakennara og doktorsnema í heimspekikennslu unglinga og hægt verður að hafa samband við hann ef einhver álitamál eða spurningar vakna. En ég verð líka hér eftir fundinn ef þið viljið spyrja að einhverju. En ég vil þó ítreka það að við viljum fá sem fjölbreyttastan hóp barna á þetta námskeið og skiptir þar námsleg geta engu máli og ekki heldur lífsskoðun. Það hefur fæst í aukana að börn sem að fermast í kirkjunni taki þetta námskeið líka einfaldlega vegna þess að þau vilja það og það þeim að sjálfsögðu velkomið, þetta opið öllum. Og svo að öðru leyti þá ekkert vandamál svo stórt að við getum ekki brugðist við því á jákvæðan hátt. En með þessu þá þakka ég bara fyrir mig og Sigrún tekur hér við framhaldinu. Já, við förum hérna núna í gegnum svona þessar praktísku upplýsingar í sambandi við fermingarnar næsta vor. Ég bara ítreka það að glærurnar eru allar aðgengilegar á vef Siðmenntar að loknum þessum fundi hérna og sömuleiðis í lok fundarins ef það einhverjar spurningar svona almenns eðlis sem að varða kannski alla, þá sjálfsagt að bera þær upp. Ef fólk eða börnum með einhverjar sérstakar spurningar varðandi þeirra námskeið og tíma og svo framvegis,
þá erum við frá Siðmennt hérna frammi með tölvur við skráningar og það hægt að greiða úr þeim spurningum þar. En ef við förum aðeins í gegnum athafnirnar, af því að þessir dagar og þessar dagsetningar er náttúrulega það sem að skipta mestu máli fyrir undirbúning fjölskyldunar. Sem sagt, það er í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, það er 18. apríl. Hérna í Háskólabíói verða tvisvar sinnum 3 athafnir, það er að segja 5. apríl og 27. apríl. Það eru 3 athafnir hvort þessara daga, sem sagt klukkan 10, 12 og klukkan 14. Síðan er 18. apríl, það er í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. 27. apríl er athöfn í Tónbergi, það er í Tónlistarskólanum á Akranesi. 7. júní í Háskólanum á Akureyri. Í Skagafirði verður athöfn 13. júní og sömuleiðis er ráðgjörð athöfn á Húsavík og sú dagsetning hún kemur fljótlega. Það fer eftir því hvenær hentar fjölskyldum og þeim athafnastjóra sem kemur til með að framkvæma þá athöfn. Æfingar fyrir stærri athafnir fara fram daginn áður og þegar við tölum stærri athafnir þá er það ef það eru svona 25 eða fleiri í athöfninni. Og þá vitum við strax að þær æfingar eru til dæmis hér í Háskólabíói laugardaginn 4. og laugardaginn 25. apríl. Og æfingin tekur svona það bil 1,5 klukkutíma. En í það sem eru aðeins fámennari athafnir, þá fara þær æfingar sem bara fram samdægurs á undan fermingarathöfninni sjálfri. Við sýnum núna hérna stutt myndband frá fermingum. Það er svona brot úr fermingum hér og þar og hérna og þaðan við landið sem gefa ykkur hugmynd hvernig þessi athöfn fer fram. Hún er bæði hátíðleg, hún er falleg og hún er líka skemmtileg. Það er alltaf einhver ræðumaður dagsins sem kemur og ávarpar fermingabörnin. En svo er líka athöfn að hluta til í höndum fermingabarnanna sjálfra sem að koma þá upp og flytja annaðhvort stutt ávörp eða lesa ljóð, leika á hljóðfæri, dansa eða syngja eða fremja einhverja galdrakúnstir, það hefur líka verið og það er rétt að taka fram að einungis þau börn sem hafa áhuga á því að koma fram. En við hvetjum þau sem hafa áhuga á því að gera það. Við erum öll hjartanlega velkomin til borgaralegrar fermingar á vegum Siðmenntar hér í Háskólabíói. Ég heiti Helga Bára Bragadóttir og stjórna athöfninni hér í dag. Ég segi hana hér með setta. Strax mikla athygli með þulum sínum en þær fyrstu birtust í sumargjöf árið 1905 og þóttu merkt framlag til íslenskra þjóðlistar. Hún hlaut töluverða viðurkenningu.
Það hefð fyrir því við borgaralega fermingu að fá utanaðkomandi ræðukonu eða ræðumann til að ávarpa fermingabörnin og við hinn njótum góðs af í leiðinni. Með okkur hér í dag ung kona á besta aldri. Takk fyrir þessa kenningu, Tinna. Þetta var mjög vel orðað. Og vákvæðið eru flott, krakkar. Það geggja að sjá okkur svona öll í einu einna fremst. Þau eru mjög flott. Gleðilegan fermingardag. Ég búin að vera að hugsa í nokkra vikur hvað get ég sagt við fermingarkrakkana í Háskólabíói sem virkilega skiptir þau máli. Allir eiga sínar sögur. Allar eru þessar sögur áhugaverðar og allar eru þær mikilvægar þannig að við vildum segja ykkur sögurnar sem skapa þær manneskjur sem við erum. Þá komið að því að fermingabörnunum verða afhent viðurkenningarskjöl til staðfestingar því að þau hafa sótt námskeið til undirbúnings borgaralegri fermingu. Og þá ætla ég að biðja hóp númer 1 að rísa á fætur og ganga hingað upp á svið. Aðalheiður Ingibjörg Kolbeins Hilmarsdóttir. Þórhildur Helga Pálsdóttir. Já, að svo mæltu borgaralegri fermingu í Háskólabíói árið 2019 lokið. Takk fyrir. Já, í lokin þá var það sem að Jóhann Björnsson var að rétta fermingabörnunum þarna, það var sem sagt, það var skrautskrifað skjal til staðfestingar á því að viðkomandi hafi sótt námskeiðið til undirbúnings borgaralegri fermingu. Og athöfnin hún tekur það bil 1 klukkustund, fermingarathöfnin sjálf. Það fer fram hópmyndataka eftir athöfnirnar hérna í Háskólabíói. Strax að lokinni athöfn og hún tekur sirka svona 20 mínútur. Og svona skipulagið á athöfninni, fjölskyldurnar koma örlítið að því, þær eru sem sagt spurðar tillögur að ræðumönnum. Það koma fram mjög margar tillögur og síðan unnið úr því, svona úr þeim vinsældalista, getum við sagt. En einnig þá, í janúar, þá eru börnin svona spurð hvort þau vilji koma fram og vilji vera með eitthvað atriði í athöfninni. Og ég ítreka það að það engin skyldugur að koma fram, bara þau sem vilja og hafa áhuga á. Og mánaðamótin febrúar-mars, þá kannaður áhugi hvort fólk vilji kaupa hópmynd af fermingabörnunum eða þá upptöku af athöfninni. Og kostnaðurinn við þetta að sjálfsögðu ekki innifalinn í gjaldinu sjálfu.
Og skráningu í borgaralega fermingu lýkur núna 15. nóvember. Það er hægt að skrá sig eftir það en það bætist við gjald 5.000 krónur sem heitir hérna seinskráningargjald. Þetta er kannski bara nýyrði í íslensku. Mætti tekka á því. En síðan upplýsingar niðurröðun á námskeiðið, þær eru síðan sendar út seinni part desembermánaðar. En að sjálfsögðu haft samráð við viðkomandi það hvenær hann getur og vill vera á námskeiði. Og þá erum við komin að kostnaði og greiðslufyrirkomulagi. Námskeiði sjálft kostar 30.000 krónur og athöfnin 14.000 krónur og þetta er innheimt saman. Þátttökugjaldið þarf að greiða eða vera búið að semja greiðsluskiptingu við framkvæmdastjóra siðmenntar áður en námskeiðin byrja. Það eru sendir greiðsluseðlar út í nóvember, sem sagt eftir að skráningu lýkur. Síðasti eindagi fyrir foreldra barna á námskeiðum sem byrja í mars og síðar eru mánaðamótin febrúar-mars. Og svo kemur nú þetta gleðilega, það eru ýmsir afslættir í boði. Til dæmis ef að systkini eru að fermast saman, sama tíma, þá kemur 25% afsláttur og fyrir þá foreldra eða félaga sem eru skráðir í siðmennt í gegnum þjóðskrá, þá eru þetta 10.000 króna afsláttur ef annað foreldra í siðmennt og 20.000 króna afsláttur ef báðir foreldrar eru félagar. Og í sambandi við þá greiðslufyrirkomulag á þessu, það er krafa sem er send í heimabanka en það er hægt líka að fá greiðsluseðil sendan að viðbættum 300 króna kostnaði. Og svo er hægt að fá greiðsludreifingu allt að 3 mánuðum. Það er hægt að setja raðgreiðslur á greiðslukort en almennt er greiðsla með kortum bara vel þegin. Og í sumum tilfellum hafa félagsmála yfirvöld hjálpað til ef svo ber undir. Nú ef einhver greiðsluvandi blasir við þá er einfaldast að hafa samband við framkvæmdastjóra og það er alltaf hægt að finna einhverja lausn. Og svo kemur það náttúrulega líka fyrir að barn hættir við þátttöku og ef að barn hættir við þátttöku þá er endurgreitt að fullu sé látið vita fyrir sunnudag fyrstu kennsluviku. Það er sem gert á ráð fyrir því að barnið hafi farið í eina kennslustund en ákveða hætta við eftir það og þá er það endurgreitt að fullu. En það er haldið þó eftir 3.000 krónum í umsýslugjald. Ef þeir sem eru á helgarnámskeiðum sé látið vita í síðasta lagi í lok fyrsta dags námskeiðsins. Þeirra sem þar eru að barnið vilji hætta við, þá er sama endurgreiðslu fyrirkomulag. En það er engin endurgreiðsla nema 14.000 krónur vegna athafnar hættir barn við að loknum helmingi námskeiðsins eða meira. Og þegar kemur að því að einhver vill hætta við og kemur að þessari endurgreiðslu, þá þarf bara að láta vita og það er hægt að gera með ýmsu móti. Það er hægt að senda netpóst á fermingat.siðmennt.is, það er hægt að hringja í verkefnastjóra ferminga, Heiðrúnu Önnu, það er hægt að hringja í Jóhann Björnsson, kennslustjóra, eða framkvæmdastjóra siðmenntar, Siggeir F. Ævarsson. Þannig að það eru nógir kanalar þarna til að hafa samband við. Og við viljum náttúrulega nota þetta tækifæri til að bara minna á það að þjónusta siðmenntar er öllum opin. Fólk þarf ekki að vera í siðmennt til að njóta þjónustu siðmenntar, en þeir sem hafa áhuga á því geta hjálpað siðmennt að vaxa
með því að styðja málstað og verkefni siðmenntar og með því að taka þátt í starfi félagsins og með því að skrá sig í siðmennt og náttúrulega njóta þar með afsláttarkjara á athöfnum. Það er auðvelt að skrá sig í siðmennt ykkur á kostnaðarlausu, það er á vef Þjóðskrár og þannig hægt að njóta afsláttar af kostnaði og þá náttúrulega styðja og styrkja félagið leið. Og þá komum við að þessari skráningu í borgaralega fermingu og val á námskeiði. Það skiptir náttúrulega miklu máli upp á tíman og tímaplanið af því að allir hafa mikið að gera og dagarnir eru þétt ásetnir. Sem sagt, ef barn ykkar er ekki nú þegar skráð í borgaralega fermingu, þá er hægt að senda inn skráningu rafrænt á veg siðmenntar. En það eru líka tölvur hérna í salnum, þannig að það er hægt að ganga frá þessu áður heldur en að þið farið héðan út af þessum fundi. Og þau sem eru búin að senda inn rafræna skráningu á vefnum en hafa ekki valið námskeið, þau þurfa að gera það sem fyrst. Og það eru sjálfboðaliðar hérna fram í sal og þeir fletta upp skráningu og aðstoða. Og það er sem sagt hægt að velja það fyrsta val, annað val og þriðja val. Þetta er dálítið flókið púsluspil en það reyna allir að gera sitt besta og það er reynt að koma til móts við kröfur og tímaplan þeirra sem ætla að fara í þessa fermingu. Og enn og aftur, glærurnar eru aðgengilegar á vefsíðunni og allar nánari upplýsingar eru á siðmennt.is. Og ef það eru einhverjar spurningar sem að varða alla, almannaheill, þeirra sem hér eru viðstaddir, þá er að gera að bera þær upp. Og ef ekki, þarna kemur einn. Bara einn praktísk spurning. Af hverju eru borgaralegu fermingarnar hafa á sunnudegi ekki til dæmis á laugardegi? Af því að nú eru sunnudagar oft í samkeppni við þjóðkirkjuna, samkeppni við kristilegu fermingarnar veislursal og svoleiðis. Þannig er ekki sérstök ástæða fyrir því að allir dagarnir eru á sunnudegi en ekki til dæmis á laugardegi. Þetta er góð spurning. Hvað veit framkvæmdastjóri borgaralegra fermingar svarið við þessu? Já, hann spurði sem sagt hvers vegna athafnirnar væru á sunnudögum en ekki laugardögum. Það er vegna þess að við erum með 3 athafnir hér í Háskólabíó og það eru 70 til 90 börn í hverri og við þurfum að halda æfingar daginn áður. Og það hefur ekki reynst vel að fá börn til að mæta á föstudegi á æfingar. En það er mjög nauðsynlegt að æfa öll þessi 90 börn upp í að koma hérna upp á svið og taka á móti skírtunum og hvernig til að labba í sætin og annað. Þannig að það er svona í rauninni helsta ástæðan. Er komin tímasetning á þessar æfingar? Nei, þær eru ekki komnar en þær eru venjulega svona klukkan 9, 11 og 1, eitthvað svoleiðis. Þetta er fyrri partur dagsins. Þetta gæti orðið 9:30, 11:30, eitthvað svoleiðis, 11:30, en þetta er fyrri partur dags. Og það er farið með æfingarnar í sömu röð eins og athafnirnar eru. 10, 12, 14 í sömu röð eru síðan æfingarnar. Þetta voru sennilega spurningar almenns. Já? Foreldrar þurfa ekki að vera viðstaddir æfingarnar. Þær eru bara fyrir fermingabörnin. Og einhverja fleiri spurningar? Ég sé enga hönd á loft. Ein hönd þarna.
ætla sé ekki það bil svona 9 mann sem geta fylgt hverju barni? 9 til 10. 9 til 10. Ef að þau eru, hérna hafa þau verið semst á bilinu 70 til 90 sem að fermast hér, það komast 1000 manns hér inn og þá hægt að reikna það út. Það eru rosalega margar hendur hérna inn og margir að klóra sér í hausnum, en enginn sem fer með hendina lengra upp. En þá bara ætla ég að setja hér upp síðustu glæruna og það er opið frammi fyrir tölvur og frekari fyrirspurnir og ég þakka kærlega fyrir góða mætingu. Takk.